Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt Var til fyrir hann án hans, varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram sendur af Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburða að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum, og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt né af vilja manns, heldur eru þau af Guði fædd. Og orðið varð hold, hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og sá dýrð hans dýrð, sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópar: þetta sá sem ég átti við þegar ég sagði: sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrri en ég. Af gnægð hans höfum við öll þegið náð á náð ofan. Lögmálið var gefið með Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesú Kristi. Enginn hefur nokkur tíma séð Guðssonurinn eini Guð sem í famni föðurins, hann hefur birt hann. Þessi vitnisburður Jóhannesar, þegar ráðamenn Jerúsalem sendu til hans presta og levíta til að spyrja hann: hver ert þú? Hann svaraði ótvírætt og játaði: ekki ég Kristur. Þeir spurðu hann: hvað þá ertu Elía? Hann svarar ekki: ég hann, ertu spámaðurinn? Hann kvað nei við. Þá sögðu þeir við hann: hver ert þú? Við verðum að svara þeim: sendu okkur, hvað segir þú sjálfan þig? Hann sagði: ég sá sem Jesaja spámaður talar ég rödd hrópandað í eyðimörk, segir: gerið beinan veg drottins. Sendir voru menn af flokki farísea. Þeir spurðu hann: hvers vegna skýrir þú fyrst þú ert hvorki Kristur, Elía, né spámaðurinn? Jóhannes svaraði: ég skýri með vatni, mitt á meðal ykkar stendur sá sem þið þekki ekki. Hann sem kemur eftir mig og skófeng hans ég ekki verður að leysa.
Þetta bar við í Betaníu, handan Jórdanar, þar sem Jóhannes var að skíra. Daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þar sá ég sagði eftir mig kemur maður sem mér fremri, því hann var til á undan mér. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði, ég sá andan koma að himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sendi mig að skýra með vatni, sagði mér sá sem þú sérð andan koma yfir, og nema staðar og hann sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann sonur Guðs. Daginn eftir var Jóhannes það aftur staddur og 2 lærisveinar hans. Hann sér Jesú á gangi og segir sjá Guðs lamb. Lærisveinar hans, 2 yrðu orð hans og fóru á eftir Jesú. Jesú sneri sér við, sá þá, kom á eftir sér og sagði við þá: Hvers leitið þið? Þeir svara rabbi. Hvar dvelst þú? En rabbi þýðir meistari. Hann segir komið og sjáu þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum. Þann dag, þetta var síðdegis. Annar þessara 2 sem heyrðu orð Jóhannesar og fóru á eftir Jesú var Andrés bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn Símon og segir við hann við höfum fundið Messías, en Messías þýðir Kristur hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú. Jesús horfði á hann og sagði: Þú ert Símon, Jóhannes son. Þú skalt heita Kefas, en Kefas, Pétur þýðir klettur. Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. Næsta dag hugðist Jesús fara til Galíleu. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann: Fylg þú mér. He found Philip. And said to him, Come with me. Filippus var frá Betsædu, sömu borg og Andrés og Pétur. Andrew and Peter lived. Filippus fann Natanael og sagði við hann: Við höfum fundið þann sem Móse skrifar í lögmálinu og einnig spámennirnir Jesú frá Nasaret, son Jósefs. Natanael sagði:
Getur nokkuð gott komið frá Nasaret? Filippus svaraði, kom þú og sjá. Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann, hér er sannur Ísraelíti sem engin sveik eru í. Natanael spyr, hvaðan þekkir þú mig? Jesús svarar, ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Natanael, Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann, trúir þú af því að ég sagði við þig? Ég sá þig, undir fíkjutrénu þú munt sjá það sem þessu er meira. Og hann segir við hann, sannlega, sannlega segi ég yður, þér munuð sjá himinin opinn og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn. Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galíleu, móðir Jesú var þar. Jesú var og boðið til brúðkaupsins og lærisveinmanns. En er vín þraut, segir móðir Jesú við hann. Þeir hafa ekki vín. Jesús svarar, hvað viltu mér kona, minn tími er ekki enn kominn. Móðir hann sagði þá við þjónana, allt það sem hann segi ykkur, það skuluð þið gera. Nú voru það 6 vaskir úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá, fyllið kerin vatni, þeir fylltu þau á barma. Síðan segir hann ausin að og færir veislustjóra, þeir gerðu svo. Veislustjóri bragðaði vatnið sem var orðið vín og vissi ekki hvaðan það var, en þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það, þá kallaði veislustjóri á brúðguminn. Og sagði, allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara er menn gerast öfvaðir. Þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gerði Jesús í Kana í Galíleu
og opinberaði dýrð sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Eftir þetta fór hann ofan til Kapernaum ásamt móður sinni, bræðurum og lærisveinum. Þar voru þau nokkra daga. Nú fóru páskar gyðinga í hönd og Jesús hélt upp til Jerúsalem. Þar sá hann í helgidóminum. Þá seldu naut sauði og dúfur og víxlaranna sem sátu þar. Þá gerði hann sér svipu úr köðlum og rak alla út úr helgidóminum, líka sauðina og nautin. Hann steypti niður peningum víxlaranna og hratt borðum þeirra. He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. Og við dúfnasalana sagði hann: Burt með þetta, héðan gerið ekki hús föður míns að sölubúð. Stop making my father's house a marketplace. Lærisveinum hans kom í hug að ritaðir vandlæting vegna húss þíns mun tæra mig upp. Aðamenn gyðinga sögðu þá við hann: Hvaða tákn getur þú sýnt okkur það að þú megir gera þetta? Jesús svaraði þeim: Brjótið þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Þá sögðu þeir: Þetta musteri hefur verið 46 ár í smíðum og þú ætlar að reisa það á 3 dögum. En Jesús var að tala musteri líkama síns. Þegar hann var risinn upp frá dauðum minntust lærisveinar hans að hann hafði sagt þetta og þeir trúðu ritningunni og orðinu sem Jesús hafði talað. Meðan hann var í Jerúsalem á páskahátíðinni fóru margir að trúa á hann því þeir sáu þau tákn sem hann gerði. En Jesús gaf þeim ekki trúnað sinn því hann þekkti alla. Hann þurfti þess ekki að neinn bæri öðru manni vitni. Hann vissi sjálfur hvar í manni býr. Maður hét Nikódemus af flokki farisea og átti sæti í öldungaráði gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann: Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir, kominn frá Guði. Enginn getur gert þessi tákn sem þú gerir nema Guð sé með honum. Jesús svaraði honum: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikódemus segir við hann: Hvernig getur maður fæðst? Þegar hann orðinn gamall skyldi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst. Jesús svaraði: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist manns barn, en það sem fæðist af anda Guðs Guðs barn.
Undrast eigi að ég segi við þig ykkur ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrið þitt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur né hvert hann fer, svo þann sem af andanum er fæddur. Þá spurði Nikodémus, hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum, þú ert lærifaðir í Ísrael og veist þetta ekki. Sannlega, sannlega segi ég þér tölum það sem ég þekkjum og vitnum það sem ég höfum séð, en þér takið ekki á móti vitnisburði vorum. Ef þér trúið eigi þegar ég ræði við yður, jarðneskt, hvernig skildu þér þá trúa ég ræði við yður hinn himnesku? Enginn hefur stigið upp til himins, nema sá steig niður frá himni, Mannssonurinn. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á Mannssonurinn að verða upphafinn. Svo hann veiti hverjum sem trúir á hann eilíft líf. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki. Sá sem trúir ekki þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs, sonarins eina. En þessi dómurinn, ljósið komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gerir hatar ljósið og kemur ekki til ljóssins, svo að verk hans verði ekki uppdís. En sá sem ykkar sannleikan kemur til ljósins, svo að augljóst verði að verk hans í Guði gerð. Eftir þetta fóru Jesús og lærisveinar hans út í Júdeu, þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Æn og nálægt Salím, en þar var mikið vatn menn komu þangað og létu skýrast. Þá var ekki enn búið að varpa Jóhannesi í fangelsi. Nú var deila hreinsun milli lærisveinað Jóhannesar og Geðins eins. Þeir komu til Jóhannesar og sögðu við hann, Rabbi, sá sem var hjá þér handan Jórdanar, og þú barst vitni hann að skýra, og allir koma til hans. Jóhannes svaraði þeim, enginn getur tekið neitt nema Guð gefi honum það. Þið getið sjálfur vitnað að ég sagði. Ég ekki Kristur, heldur ég sendur á undan honum. Sá brúðguminn sem á brúðina, en vinur brúðgumans sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðst mjög við rödd hans, þessi gleði nú mín að fullu. Hann á að vasa en ég að minnka. Sá sem kemur af ofan yfir öllum, sá sem af jörðu og hann af jörðu, og taðar eins og menn, sá sem kemur af himni yfir öllum, og vitnar það sem hann hefur séð og heyrt, og enginn tekur á móti vitnisburði hans. En sá sem hefur tekið á móti vitnisburði hans hefur staðfest að Guð sé sannorður. Sá sem Guð sendi talar Guðs orð, því ómælt gefur Guð andan. Faðirinn elskar soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. En sá sem óhlýðnast syninum mun ekki öðlast líf, heldur var reiði Guðs yfir honum. Farísear höfðu heyrt að Jesús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Þegar Jesús var þess vís, hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galíleu. Hann varð að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu, Síkar heitir, nálægt þeirri landstildu sem Jakob gaf Jósef syni sínum.
Þar var Jakobs brunnur, Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin, þetta var hádegisbil. Sammersk kona kemur að sækja vatn, Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisveinar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa vistir. Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka samverska konu, en gyðingar hafa ekki samneyti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir, hver sá sem segir við þig gef mér að drekka, þá myndi þú biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann, Herra, þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn er djúpur. Hvaðan hefur þú þetta, lifandi vatn? Er þú meiri en Jakob forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fénaður? Jesús svaraði, hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta. En hvern sem drekkur af vatninu ég gef honum mun aldrei þyrsta af eilífu, því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, Drottinn, gef mér þetta vatn, svo að mig þyrsti ekki, og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hann, farðu, kallaðu á manninn þinn og komdu síðan hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt 5 menn og sá sem þú átt, nú er ekki þinn maður, þetta sagði þú satt. Konan segir við hann, Drottinn, nú sé að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðið Guð á þessu fjalli, en þið segið að í Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana, trúð þú mér, kona, sú stund kemur að þið munu hvorki tilbeðja föðurinn á þessu fjalli né Jerúsalem. Þið tilbeðjið, það sem þið þekkið ekki við tilbeðjum, það sem við þekkjum, því hjálpræðið kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já, hún nú komin, hinir sönnu tilbeðjendur munu tilbeðja föðurinn í anda og sannleika, faðirinn leitar slíka tilbeðjenda. Guð er andi og þeir sem tilbiðja hann eiga að tilbiðja í anda og sannleika. Konan segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur, þegar hann kemur, mun hann kunngjör okkur allt. Jesús segir við hana, ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðuðu sig á því að hann var að tala við konu, þó sagði enginn, hvað viltu, eða hvað ertu að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgina og sagði við menn, komið og sjáum mann, sagði mér allt sem ég hef gert, skildi hann vera Kristur. Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram báðu lærisveinarnir hann, Rabbi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim, ég hef mat að eta sem þið vitið ekki um. Þá sögðu lærisveinarnir sín á milli, skildi einhver hafa fært honum að eta. Jesús sagði við þá, minn matur er að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segið þið ekki, enn eru 4 mánuðir, þá kemur uppskeran, en ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana, þeir eru fullþroskaðir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þeirra laun og safnar ávexti til eilífs lífs, þá getur sá sem sáir samvarna þeim sem uppsker. Hér sannast orðtakið, einn sáir og annar uppsker. Ég sendi ykkur að skera upp það sem þið hafið ekki unnið við, aðrir hafa erfiðar en þið njótið erfiðis þeirra. Margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunnar sem vitnaði það að hann hefði sagt henni allt sem hún hafi gert. Þegar því samverjarnir komu til hans, báðu þeir hann að staldra við hjá sér, var hann þar kyrrt 2 daga. Og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan.
Þeir sögðu við konuna: það er ekki lengur sakir orða þinna að við trúum, því að við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann er sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa 2 daga fór Jesús þaðan til Galíleu. En sjálfur hafði hann sagt að spámaður væri ekki metinn í föðurlandi sínu. Hann kom nú til Galíleu, tóku Galíleumenn honum vel þeir höfðu sjálfur sótt hátíðina í Jerúsalem og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jesús aftur til Kana í Galíleu. Þar sem hann hafi gert vatn að víni í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. A government official was there whose son was sick in Capernaum. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galíleu fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn, en hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann: þið trúið ekki nema þið sjáið tákn og stórmerki. Konungsmaður bað hann: drottinn, kom þú áður en barnið mitt andast. Jesús svaraði: far þú sonu þinn. Lifir maðurinn, trúði því sem Jesús sagði við hann og fór af stað. The man believed Jesus' words and went. En meðan hann var á leiðinni von eftir mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta og þeir svöruðu: í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann: sonur þinn lifir, og hann tók trú og allt hans heimafólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gerði þegar hann kom frá Júdeu til Galíleu. Þessu næst var ein af hátíðum gyðinga og Jesús fór upp til Jerúsalem. Við sauðarhliðið í Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Betesda. Þar eru 5 súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra sem biðu hræringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hverju niður í laugina og hræði vatni sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins var heill, hvaða sjúkdómur sem þjáði hann. Þarna var maður nokkur sem hafi verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn: viltu verða heill? Hinn sjúki svaraði honum: herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatnið hrærist og meðan ég er á leiðinni fyrir annar ofan í á undan mér. Jesús segir við hann: statt upp, takk rekkju þína og gatt.
Jarðskjótt var maðurinn heill tók rekkju sína og gekk, en þessi dagur var hvíldardagur. He picked up his mat and started walking. Og menn sögðu við hinn: Læknaða í dag er hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim: Sá sem læknaði mig, sagði við mig, tak rekkju þína og gakk. Þeir spurðu hann: Hver er sá maður sem sagði, þér tak hana og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jesús hafði lengst brott, enda var þröngt á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann: Nú ert þú orðin heill, synga ekki framar, svo eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði ráðamönnum gyðinga að Jesús væri sá sem læknaði hann. Nú tóku þeir að ofsækja Jesú fyrir það að hann gefði þetta á hvíldardegi. En hann svaraði þeim: Faðir minn starfar til þessarar stundar og ég starfa einnig. Nú sóttu þeir enn fastar að taka hann af lífi, þar sem hann braut ekki aðeins hvíldardagshelgina, heldur kallaði líka Guð sinn eigin föður og gerði sjálfan sig, þannig Guði jafnan. Þessu svaraði Jesús og sagði við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður, ekkert getur sonurinn gert af sjálfum sér. Hann gerir það eitt sem hann sér föðurinn gera, því hvað sem hann gerir sonurinn einnig. Faðirinn elskar soninn og sýnir honum allt sem hann gerir, sjálfur hann mun sýna honum meiri verk en þessi, svo að þér verðið furðu lostnir. Eins og faðirinn vekur upp dauða og lífgar, þannig lífgar og sonurinn þá sem hann vill. Enda dæmir faðirinn engan, heldur hefur hann falið syninum allt dómsvald. Svo að allir heiðri soninn eins og þeir heiðra föðurinn, sá sem heiðrar ekki soninn heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. Sannlega, sannlega segi ég yður, sú stund kemur og er þegar komin að hinir dauðu munu heyra röst Guðs sonarins og þeir sem heyra munu lifa. Eins og faðirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann og veitt syninum að hafa líf í sjálfum sér. Og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm, því að hann er mannsonur. Endrist þetta ekki sú stund, kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans. Og ganga fram þeir sem gert hafa hið góða, munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drygt hafa hið illa munu rísa upp til dómsins. Ég megna eigi að gera neitt af sjálfu mér. Ég dæmi samkvæmt því sem ég heyri og dómur minn er réttvís, því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Ef ég vitna sjálfur mig er vitnisburður minn ekki gildur. Annar er sá sem vitnar mig og ég veit að sá vitnisburður sem hann ber mér er sann. Þér hafið sent til Jóhannesar, hann bar sannleikanum mitti. Ekki þarf ég vitnisburð manns, en ég segi þetta til þess að þér megið frelsast. Hann var lofandi og skínandi lampi þér vilduðum stund, gleðjast við ljós hans.
Ég hef þann vitnisburð sem meiri en Jóhannesar því verkin sem faðir minn fékk mér. Að fulla verkin sem ég vinn bera mér, það vitni að faðirinn hefur sent mig. Faðirinn sem sendi mig hefur sjálfur vitnað mig þér hafið aldrei heyrt rödd hans, né séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnar mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Ég þykti ekki heiður af mannum, en ég þekki yður. Ég veit að þér hafið ekki í yður kærleika til Guðs. Ég er komin í nafni föður míns og þér takið ekki við mér. Ef annar kæmi í sínu eigin nafni, tækju þér við honum. Hvernig getið þér trúa þegar þér þykið heiður, hver af öðrum, en leitið ekki þess heiðurs sem er frá einum Guði. Allið eigi að ég muni ákærleiður fyrir föðurnum, sá sem ákærleiður er Móse og á hann voni þér. Ef þér tryðu Móse mundu þér líka trúa mér því mig hefur hann ritað. Fyrst þér trúið ekki því sem hann skrifaði, hvernig getið þér þá trúað orðum mínum? Eftir þetta fór Jesús yfir Galileu vatn eða Tíberías vatn. Mikill fjöldi manna fylgdi honum því þeir sáu þau tákn er hann gerði á sjúku fólki. Þá fór Jesús upp á fjallið og settist þar niður með lærisveinum sínum. Þetta var laust fyrir páskahátíð gyðinga. Jesús leit upp og sá að mikill mannfjöldi kom til hans. Hann segir þá við Filippus: Hvar eigum við að kaupa brauð svo að þessir menn fái mat? En þetta sagði hann til að reyna hann, því hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gera. Filippus svaraði honum: Brauð fyrir 200 denara nægðu þeim, ekki svo að hver fengi lítið eitt. Annar lærisveinn hans Andrés, bróðir Símonar Geturs, segir þá við hann: Hér er piltur sem er með 5 byggbrauð og 2 fiska, en hvað er það handa svo mörgum? Jesús sagði: Látið fólkið setjast niður. Þarna var gras. Mikið menn settust nú niður 5.000 karlmenn að tölu. Nú tók Jesús brauðin, gerði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu og eins af fiskunum, svo mikið sem þeir vildu.
he did the same with the fish. And they all had as much as they wanted. Þegar fólkið var orðið mett segir Jesús við lærisveina sína, safnið saman leifunum svo ekkert spillist. Þeir söfnuðu þeim saman og fylltu 12 körfur með leifum byggbrauðanna 5 sem gengu hjá þeim neytt höfðu. Þegar menn sáu táknið sem hann gerði sögðu, þeir þessi maður sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Jesús vissi nú að þeir myndu koma og tak hann með valdi til að gera hann að konungi og vék því aftur upp til fjallsins, eitt síns liðs. Þegar kvöld var komið fóru lærisveinar Jesú niður að vatninu. Stigu út í bát og lögðu af stað yfir vatnið til Kapernaum, myrkur var skollið á og Jesús var ekki enn kominn til þeirra. Vind gerði hvassan og tók vatnið að æsast. Þegar þeir hafðu róið hér bil 25 eða 30 skeiðrúm sáu þeir Jesú gangandi á vatninu og nálgast bátinn. Þeir urðu hræddir. Coming near the boat, and they were terrified. En hann sagði við Don't be þá, afraid. það ég óttist eigi. Þeir vildu þá taka hann í bátinn, en í sömu svifum rann báturinn að landi, þar sem þeir ætluðu að lenda. And immediately the boat reached land at the place they were heading for. Daginn eftir sá fólkið sem eftir varandan varsins að þar hafði ekki verið nema einn bátur og að Jesús hafði ekki stigið í bátinn með lærisveinum sínum. Heldur hafði þeir farið burt einir saman. Aðrir bátar komu frá Tíberías í namdið staðinn, þar sem drottinn hafði gert þakkir og fólkið etið brauði. Nú sáu menn að Jesús var ekki þarna fremur en lærisveinar hans. Þeir stigu því í bátana og komu til Kapernaum í leit að Jesú. Þeir fundu hann hinum megin við vatnið og spurðu hann: Rabbi, nær komstu hingað? Jesús svaraði þeim: Sannlega, sannlega segi ég yður, þér leitið mín ekki að því að þér sáuð tákn, heldur að því að þér átuð af brauðunum og urðuð mettir. Aflið yður. Eigið þeirrar fæðu sem eyðist, heldur þeirrar fæðu sem varist til eilífs lífs. Og mannsonurinn Mun gefa yður, því að Faðirinn sjálfur Guð hefur veitt honum vald sitt. Þá sögðu þeir við hann: Hvað eigum við að gera svo að við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim: Það verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Þeir spurðu hann þá: Hvaða tákn getur þú sýnt okkur svo að við trúum? Hvað afrekar þú? Feður okkar átu manna í eyðimörkinni, eins og ritað brauð af himni, gaf hann þeim að éta. Jesús sagði við þá: Sannlega, sannlega segi yður, Móse gaf yður ekki brauðið af himni, heldur gefur Faðir minn yður hið sanna brauð af himni.
Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sögðu þeir við hann: Drottinn, gef okkur ætíð þetta brauð. Jesús sagði þeim: Ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En ég hef sagt við yður, þér hafið séð mig og trúið þó ekki. Allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem til mín kemur mun ég alls eigi brott reka. Ég er stiginn niður af himni, ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess er sendi mig. En sá er vilji þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá er vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Nú kom upp kurr meðal gyðinga út af því að hann sagði: Ég er brauðið sem niður steig af himni. Og menn sagðu: Er þetta ekki hann Jesús sonur Jósefs við þekkjum, bæði föður hans og móður? Hvernig getur hann sagt að hann sé stiginn niður af himni? Jesús svaraði þeim: Verið ekki með kurr yðar á meðal. Enginn getur komið til mín, nema Faðirinn sem sendi mig laði hann og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hjá spámönnunum er skrifað: Guð mun kenna þeim öllum hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Ekki er það svo að nokkur hafi séð föðurinn. Sá einn sem er frá Guði hefur séð föðurinn. Sannlega segi ég yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég er brauð lífsins. Feður ykkar átu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur af himni, sá sem etur af því deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu, og brauðið er líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Nú deildu gyðingar hver við annan og sögðu: Hvernig getur þessi maður gefið okkur líkama sinn að eta? Þá sagði Jesús við þá: Sannlega segi ég yður, ef þér etið ekki hold mannsonarins og drekkið blóð hans, þá er ekki líf í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi Faðir sendi mig og veiti mér líf, svo mun ég láta þann lifa sem mig etur. Þetta er það brauð sem niður steig af himni. Það er ekki eins og brauðið sem feðurnir átu enda dóu. Þeir sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundunni í Kapernaum. Margir af lærisveinum hans á hlýddu sögðu þung: Er þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfum sér að kurr var með lærisveinum hans út af þessu og sagði við þá: Mixlar þetta yður. En ef þér sæið mannssoninn stíga upp þangað sem hann áður var. Það er andinn sem lífgar maðurinn, án hans megnar ekkert orðin sem ég hef talað til yðar.
Þau eru andi og þau eru líf. En hér á meðal eru nokkrir sem ekki trúa Jesús vissi frá upphafi. Hverjir þeir voru sem trúður ekki, og hver sá var sem mundi svíkja hann. Og hann bætti við vegna þess sagði: Ég veit yfir enginn getur komið til mín nema faðirinn meiti honum það. Upp úr þessu hurfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Þá sagði Jesús við þá 12: Ætlið þið að fara líka? Símon Pétur svaraði honum: Drottinn, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Jesús svaraði þeim: Hef ég eigi sjálfur útvalið ykkur 12, þó einn ykkar gjöfull. En hann átti við Júdas, son Símonar, Ískarjóts, sem varð til að svíkja hann einn þeirra 12. Eftir þetta fór Jesús Galíleu. Hann vildi ekki fara Júdeu, sökum þess að ráðamenn gyðinga. Þar sátu líf hans. Nú fór laufskálahátíð gyðinga í hönd. Þá sögðu bræður Jesú við hann: Flyttir héðan og farðu til Júdeu, til þess að lærisveinar þínir sjái líka þau verk sem þú gerir. Sá sem vill verða afgunur starfar ekki í leinum, fyrst þú vinnur slík verk, þá opinbera sjálfan þig heiminum, því jafnvel bræður hans trúðu ekki á hann. Jesús sagði við þá: Minn tími er enn ekki kominn, en ykkur hendar allur tími. Heimurinn getur ekki hatað ykkur mig hataran af því ég vitnaði að verk hans séu vond. Þið skuluð fara upp eftir á hátíðina. Ég fer ekki til þessarar hátíðar, því minn tími er enn ekki kominn. Þetta sagði hann þeim og var kyrr í Galíleu. Þegar bræður Jesú voru farnir upp eftir til hátíðarinnar, fór hann samt líka upp eftir ekki, svo menn missu, heldur nánast á laun. Gyðingar voru að leita að honum á hátíðinni og spurðu hvar hann væri. Manna á meðal var margt hann talað, sumir sögðu hann er góður, en aðrir sögðu nei. Hann leiðir fjöldan í villu. Þó talaði enginn opinskátt hann af ótta við yfirvöldin. Hátíðin var þegar hálfnuð, fór Jesús upp í helgidóminn og tók að kenna. Menn urðu undrandi og sögðu: Hvernig getur þessi maður verið svona lærður, hann hefur ekki notið fræðslu? Jesús svaraði þeim: Kenning mín er ekki mín, heldur hans er sendi mig. Sá sem vill gera vilja hans mun komast að raun hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfu mér. Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs, en sá sem leitar heiðurs, þess sendi hann er sannorður og í honum ekkert ranglæti. Á Móse yfir ekki lögmálið samt, heldur enginn yðar lögmálið, hví setjið þér líf mitt? Fólkið ansaði: Þú ert haldinn illum anda, hver setur líf þitt? Jesús svaraði: Því eitt verk gerði ég og þér undri staðátt. Móse gaf yður Umskurnina sem er að vísu ekki frá honum, heldur feðrunum, og þér umskerið syni yðar jafnvel á hvíldardegi. Fyrst drengur er umskorinn á hvíldardegi, til þess að lögmál Móse merði ekki brotið hví hreiðist þér mér að ég gerði manninn allan heilan á hvíldardegi. Æmið ekki eftir útliti, dæmið réttlátan dóm. Á sögðu nokkri Jerúsalembúar: Er þetta ekki sá sem þeir sitja að lífláta? Og nú er hann að tala á almannaværi og þeir segja ekkert, við hann skildu nú höfðingjarnir hafa komist að raunum að hann sé Kristur. Nei, við vitum hvaðan þessi maður er, þegar Kristur kemur veit enginn hvaðan hann er. Jesús var að kenna í helgidóminum og nú kallaði hann: Bæði þekkið þið mig
og vitið hvaðan ég þó ég ekki komin á eigin vegum. En sá sannur sem sendi mig, og hann þekki þið ekki. Ég þekki hann því. Ég frá honum og hann sendi mig. Nú ætluðu þeir að grípa hann, en enginn lagði hendur á hann því stund hans var ekki enn komin. En af alþýðu manna tóku margir að trúa á hann og sögðu, mun Kristur gera fleiri tákn þegar hann kemur en þessi maður hefur gert. Farísejar heyrðu að fólk var að skrafa þetta hann og æðstu prestar og farísejar sendu þjóna að taka hann höndum. Þá sagði Jesús, enn verð ég hjá ykkur skamma stund og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Þið munuð leita mín og eigi finna, þið get ég ekki komist þangað sem ég er. Þá sögðu menn sín á milli, hvert skyldi hann ætla að fara svo að við finnum? Hann ætla þó ekki að fara til gyðinga sem dreifðir eru meðal Grikkja og kenna Grikkjum. Hvað var hann að segja? Þið munuð leita mín og eigið finna og þið getið ekki komist þangað sem ég er. Síðasta daginn hátíðardaginn mikla stóð Jesús þar og kallaði, ef nokkur þyrstir þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vass, eins og ritningin segir. Þar nátti hann við andan þau skildur hljóta sem á hann trúa því enn var andin ekki gefinn. Þar Jesús var ekki enn dýrlegur orðinn. Þá sögðu, nokkrir úr mannfjöldanum sem hlýddu á þessi orð þessi sannarlega spámaðurinn. Aðrir mæltu, hann Kristur, en sumir sögðu, mundi Kristur þá koma frá Galíleu. Hefur ekki ritningin sagt að Kristur Komi af kyni Davíðs og frá Betlehem þorpinu þar sem Davíð var. Þannig greindi menn á mann. Nokkrir þeirra vildu grípa hann, en þó lagði enginn hendur á hann. Nú komu þjónarnir til æðstu prestanna og faríseana sem sögðu við þá, hvers vegna komið þið ekki með hann? Þjónarnir svöruðu, aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Þá sögðu farísejarnir, létu þið þá einnig leiðast af við það. Ætli nokkur af höfðingjónum hafi farið að trúa á hann eða þá að faríseum. Þessi almúi sem veit ekkert í lögmálinu, hann bölvaður. Nikodémus sem kom til hans fyrrum og var einn af þeim segi við þá. Mundir lögmál okkar dæma mann nema hann sé yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst. Þeir svörðu honum, þú nú líka frá Galíleu? Gáðu að og sjáðu að enginn spámaður kemur úr Galíleu. Nú fór hver heim til sín. En Jesús fór til Olíufjallsins. Snemma morguns kom hann aftur í helgidóminn og allt fólkið kom til hans, en hann settist og tók að kenna því. Farísejar og fræðimenn koma með konu staðna að hórdómi, létu hana standa mitt á meðal þeirra og sögðu við Jesú, meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að drýja hór. Móse bauð okkur í lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú?
Þetta sögðu þeir til að reyna hann svo þeir hefðu eitthvað að ágera hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrinum á jörðina. As they stood there asking him questions, he straightened up. Og þegar þeir héldu áfram að spyrja, rétti hann sig upp og sagði við þá: Sá ykkar sem syndlaus kasti fyrstur steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt einn af öðrum öldungarnir fyrstir. Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. Where are they? Hann rétti sig upp Og sagði við hana: Kona, hvað var það þeim sakfelldi enginn? En hún sagði: Enginn, drottin. Jesús mælti: Ég sakfelli þér ekki, heldur, far þú syndga ekki framar. Go. But do not sin again. Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði: Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þá sagðu farísear við hann: Þú vitnar sjálfan þig, vitnisburður þinn ekki gildur. Jesús svaraði þeim enda: Þótt ég vitni sjálfan mig vitnisburður minn gildur. Því, ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer, en þér viti ekki hvaðan ég kem né hvert ég fer. Þér dæmið af hætti manna, ég dæmi engan. I pass judgment on no one. En ef ég dæmi dómur minn réttur því. Ég ekki einn, með mér Faðirinn sem sendi mig. Og í lögmáli yðar ritað að vitnisburður tveggja manna sé gildur. What they say is true. Ég sá sem vitna sjálfan mig og Faðirinn sem sendi mig vitnar mig. Þeir sögðu við hann: Hvar faðir þinn? Jesús svaraði: Hvorki þekkið þér mig né föður minn. Ef þér þekktu mig, þá þekktu þér líka föður minn. Þessi orð mælti Jesús hjá fjárhirslunni þegar hann var að kenna í helgidóminum. Enginn lagði hendur á hann því stund hans var enn ekki komin. En sagði Jesús við þá: Ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndriðar, þangað sem ég fer getur þér ekki komist. Nú sagði: Fólkið mun hann ætla að fyrirvara sér fyrst hann segir þangað sem ég fer getur þér ekki komist, en hann sagði við það: Þér eruð neðan að ég ofan að þér eruð af þessum heimi, ég ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér mundu deyja í synduvegar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég munu þér deyja í syndum yðar. Fólkið spurði hann þá: Hver þú? Jesús svaraði: Því sá sem ég hef sagt yður frá upphafi. Margt hef ég yður að tala og fyrir margt að dæma, en sá sem sendi mig sannorður og það sem ég heyrði hjá honum það tala ég til heimsins. Fólkið skildi ekki að hann var að tala við þá föðurinn. Því sagði Jesús: Þegar þér hefðið upp mannssoninn, munið þér skilja að ég sá sem ég og að ég geri ekkert einn, og sér,
heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér. Og sá sem sendi mér með mér, hann hefur ekki látið mig einan því ég geri ætíð það sem honum þóknast. Þegar hann mælti, þetta fóru margir að trúa á hann. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið hafðu trú á hann: ef þér farið eftir því sem ég segi eru þér sannir lærisveinar mínir, og munuð þekkja sannleikann, og sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Fólki svaraði honum: við erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið nokkurs manns. Þrælar, hvernig getur þú þá sagt, þið munuð verða frjálsir? Jesús svaraði þeim: sannlega, sannlega segi ég yður, hver sem drýgir synd er þræll syndarinnar. En þrællinn dvelst ekki aldur á heimilinu, sonurinn dvelst þar aldur og ævi. Ef sonurinn frelsar yður, munuð þér sannarlega verða frjálsir. Ég veit að þér eru niðjar Abrahams, þó leitist þér við að lífláta mig, því að orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum, og þér gerir það sem ég hafi heyrt hjá föður yðar. Menn svörðu honum: faðir okkar er Abraham. Jesús svaraði þeim: ef þér væruð niðjar Abrahams, munduð þér vinna verk Abrahams. En nú leitist ég við að lífláta mig, mann sem hefur sagt yður sannleikann, sem ég heyrði hjá Guði. Slíkt gerði Abraham aldrei. Þér vinnið verk föður yðar. Menn sögðu við hann: við erum ekki hórgetnir, einn föður eigum við Guð. Jesús svaraði: ef Guð væri faðir yðar, mundu þér elska mig, því að frá Guði er ég útgengin, og komin ekki hef ég sent mig sjálfur, það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki mál mitt, af því að þér geti ekki hlustað á orð mitt? Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gera það sem faðir yfir girnistan var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikann. Því í honum finnst engin sannleikur, þegar hann lífur fer hann að eðli sínu, því hann er liðari og lyginn faðir. En að því að ég segi sannleikann, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikann, hví trúið þér mér ekki? Sá sem er af Guði, heyrir Guðs orð, þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Þeir svöruðu honum: er það ekki rétt sem við segjum að þú sést samverji og hafir illan anda? Jesús ansaði: ekki hef ég illan anda. Ég heiðra föður minn, en þér smáni mig. Ég leita ekki míns heiðurs, sá er til sem leitar hans og dæmir. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þá sögðu þeir við hann: nú vitum við að þú hefur illan anda, Abraham dó og spámennirnir, og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei að eilífu deyja. Ef þú meiri en faðir okkar Abraham hann dó og spámennirnir dóu, hver þykist þú vera? Jesús svaraði: ef ég vegsama sjálfan mig er vegsemd mín engin, faðir minn er sá sem vegsamar mig, hann sem þér segið vera Guð yðar. Og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég segðist ekki þekki hann, væri ég lygari eins og þér, en ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn, og hann sá hann og gladdist. Þá sögðu þeir við hann: þú ert ekki enn orðinn 50 og hefur séð Abraham. I'm telling you the truth. Jesús svaraði: sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist er ég. Þá tóku menn upp steina til að grýta Jesú, en hann duldist og hvarf úr helgidóminum. But Jesus hid himself and left the temple.
á leið sinni sá Jesús mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði, hvorki það að því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Okkur ber að vinna, verk þess sendi mig meðan dagur það kemur, nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég í heiminum ég ljós heimsins. I am the light for the world. Að svo mæltu skyrti hann á jörðina, gerði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans. He rubbed the mud on the man's eyes. Og sagði við hann, farðu og þvoðu þér í lauginni Sílóam, Sílóam þýðir sendur hann. Fór og þvoði sér og kom aftur sjáandi. So the man went, washed his face. Nágrannar hans og þeir sem höfðu áður séð hann ölmusumann sögðu, þá þetta ekki, sá setið hefur og beðið sér ölmusu. Sumir sagðu, sá maðurinn, en aðrir sögðu nei, en líkur hann honum sjálfur, sagði hann, ég sá. Þá sögðu þeir við hann, hvernig fékkst þú sjónina? Hann svaraði, maður að nafni Jesús gerði leðju og smurði á augu mín og sagði, mér að fara til Sílóam og þvo mér. Ég fór og fékk sjónina þegar ég var búinn að þvo mér. Þeir sögðu við hann, hvar hann? Hann svaraði, það veit ég ekki. Þeir fara til faríseanna með manninn sem áður var blindur. En þá var hvíldardagur þegar Jesús bjó til leðjuna og opnaði augu hans. Farísearnir spurðu hann nú líka hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim. Hann lagði leðju á augu mín, ég þvoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir farísear, þessi maður ekki frá Guði fyrst hann. Heldur ekki hvíldardaginn, aðrir sögðu, hvernig getur syndugur maður gert því lík tákn og ágreiningur var með þeim. Þá segja þeir aftur við hinn blinda, hvað segir þú hann? Fyrst hann opnaði augu þín. Hann sagði hann spámaður. Farísearnir Trúðu því ekki að hann hefði verið blindur og fengið sjón fyrr en þeir kölluðu á foreldra hans. Og spurðu þá þetta, sonur ykkar sem þið segið að hafi, fæðst blindur, hvernig hann þá orðinn sjáandi? Foreldrar hans Svöruðu, við vitum að þessi maður sonur okkar og hann fæddist blindur. En við vitum hvorki hvernig hann nú orðinn sjáandi né. Hver læknaði hann, spyrjið hann sjálfan, hann hefur aldur til hann getur svarað fyrir sig. Þetta sögðu foreldrar hans á ótta við ráðamenn gyðinga, því að þeir höfðu þegar samþykkt að sá skyldi samkundureikur sem játaði,
að Jesús væri Kristur. Vegna þessa sögðu foreldrar hans þann hefur aldur til spyrjiðan sjálfan. Nú kölluðu þeir í annað sinn á manninn sem blindur hafði verið og sögðu við hann: Gef þú Guði dýrðina, við veitum að þessi maður er syndari. We know that this man who cured you is a sinner. Hann svaraði: Ekki veit ég hvort hann er syndari, en eitt veit ég að ég sem var blindur er nú sjáandi. Þá sögðu þeir við hann: Hvað gerði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Hann svarði þeim: Ég er búinn að segja ykkur það og þið hlustuðuð ekki á það. Hví viljið þið heyra það aftur? Viljið þið líka verða lærisveinar hans? Þeir aðdyrtu hann og sögðu: Þú ert lærisveinn hans, við erum lærisveina Móse. Við vitum að Guð talaði við Móse, en við vitum ekki hvað þessi maður er. Maðurinn svaraði þeim: Þetta er furðulegt að þið viti ekki hvaðan hann er og þó opnaði hann augu mín. Við vitum að Guð heyrir ekki bænir syndara. Hann bænheyrir hvert hann sem er guðrækin og fer að Guðs vilja. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi gert hann sjáandi sem blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði gæti hann ekkert gert. Þeir svöruðu honum: Þú ert syndum vafinn frá fæðingu og ætlar að kenna okkur, og þeir ráku hann út. Jesús heyrði að þeir hefðu rykið hann, út hann, fann hann og sagði við hann: Trúið þú á mannssoninn? Hinn svaraði: Herra, hver sá að ég megi trúa á hann? Jesús sagði við hann: Þú hefur séð hann. Hann er sá sem er nú að tala við þig. En hann sagði: Ég trúi Drottinn, og féll fram fyrir honum. Jesús sagði til dóms: Er ég komin í þennan heim til þess að blindir sjái og sjáandi verði blindir? Þetta heyrðu þeir farisejar sem með honum voru og spurðu: Erum við þá líka blindir? Jesús sagði við þá: Ef þið væruð blindir væruð þið án sakar, en nú segist þið vera sjáandi því varir sök ykkar. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðabyrgi, heldur fer yfir annars staðar. Hann er þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar er hirðir sauðanna. Dyravörðurinn lýkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína fer hann á undan þeim. Og þeir fylgja honum að því að þeir þekkja raust hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki heldur fría frá honum, því þeir þekkja ekki raust ókunnugra. Þessa líkingu sagði Jesús þeim. En menn skildu ekki hvað það þýddi sem hann var að tala við þá. Því sagði Jesús aftur: Sannlega, sannlega segi ég yður, ég er dyr sauðanna. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjófar og ræningar, enda hlýddu sauðirnir þeim ekki. Ég er dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast, og hann mun ganga inn og út og finna hafa. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf í fyllstu gnægð. Ég er góði, hirðirinn leggur líf sitt í sörurnar fyrir sauðina. Sá sem er leiður og hvorki er hirðir né á sauðina, þann flýr og yfirgefur sauðina. Þegar hann sér úlfinn koma og úlfurinn hremmir þá og tvístar þeim. Enda gætir hann sauðana aðeins fyrir borgun og er ekkert annt þá. Ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn, ég legg lífið mitt í sölurnar fyrir sauðina.
Ég á líka aðra sauði sem ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða þeir munu heyra röst mína og það verður ein sjörð einn hirðir. Faðirinn elskar mig af því að ég legg líf mitt í sölurnar til þess að ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér, ég legg það sjálfur í sölurnar. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur, þetta hefur farið minn boðið mér. Þessi orð urðu til þess að aftur kom upp ágreiningur með mönnum Jesú. Margir sáðu hann hefur illan anda og genginn af vitinu. Hvað eru þið að hlusta á hann? Aðrir sögðu þessi orð mælir enginn sá sem hefur illan anda. Mundi illur andi geta gefið blindum sýn. Nú var vígsluhátíðin í Jerúsalem og kominn vetur. Jesús gekkun í súnagöngum Salómons í helgidóminum. Þá söfnuðust menn hann og sögðu: hve lengi lætur þú okkur í óvissu? Ef þú ert Kristur, þá segðu okkur það berum orðum. Jesús svaraði þeim: ég hef sagt yður það, en ég trúið ekki verkin sem ég geri í nafni föður míns vitna mig. En þér trúir ekki því að þér eruð ekki úr hópi sauða minna. Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér, þá meiri en allir og enginn getur slitið þá úr hendi föðurins. Ég og faðirinn erum eitt. Menn tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti: ég hef sýnt yður mörg góð verk frá föður mínum, fyrir hvert þeirra verka viljið þér grýta mig. Þeir svöruðu honum: við grýtum þig ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast þú gerir sjálfan þig að Guði, þótt þú sért aðeins maður. Jesús svaraði þeim: ekki skrifað í lögmáli yðar: ég hef sagt þér eruð guðir. Og ritningin verður ekki fellt úr gildi, ef lögmálið nefni þá Guði sem Guðs orð kom til. Segið þér þá við mig sem faðirinn helgaði og sendi í heiminn að ég guðlasti af því ég sagði: ég sonur Guðs. Ef ég vinn ekki verk föður míns, skulu þér ekki trúa mér. En ef ég vinn þau, þá trúið verkunum, þótt þér trúið mér ekki, svo að þér skiljið og vitið að faðirinn í mér og ég í föðurnum. Nú reyndu þeir aftur að grípa hann, en hann gekk úr greipum þeirra. Jesús fór aftur burt yfir Jórdan Þangað sem Jóhannes hafði fyrrum verið að skýra og var þar kyrrt. Margir komu til hans og sögðu: víst gerði Jóhannes ekkert hák, en allt það satt sem hann sagði þennan mann. Og þarna tóku margir trú á hann. Maður sá var sjúkur Lasarus hét frá Betaníu, þorpi Maríu og Martu systur hennar. En María var sú smurði, drottins mislum, og þerraði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar Lasarus var sjúkur.
Nú gerðu systurnar Jesú orðsending, Drottinn sá sem þú elskar er sjúkur. Þegar hann heyrði það mælti hann, þessi sótt er ekki banvæn, heldur Guði til dýrðar, til þess að Guðs sonur vegsamist hennar vegna. Jesús elskaði þau Mörtu og systur hennar og Lasarus. Þegar hann frétti að hann væri veikur var hann samt kyrrt á sama stað í 2 daga. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveina sína, förum aftur til Júdeu. Lærisveinarnir sögðu við hann, Rabbi, nýlega voru menn. Þar að því komnir að grýta þig og ætlar þú þangað aftur. Jesús svaraði, eru ekki stundir dagsins 12, sá sem gengur að degi rasar ekki því hann sér ljós þessa heims. En sá sem gengur að nóttur hrasar, því hann hefur ekki ljósið í sér. Þetta mætti hann og sagði, síðan mitt þá Lasarus vinur okkar er sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans, Drottinn, ef hann er sofnaður batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn. Og ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þið trúið, en förum nú til hans. Tómas, sem nefndist Tvíburi, sagði þá við hina lærisveinana, við skulum fara líka til að deyja með honum. Þegar Jesús kom varðan þess vís að Lasarus hafði verið 4 dagar í gröfinni. Betania var nálægt Jerúsalem, hér bil 15 skeiðrúm þaðan. Margir gyðingar voru komnir til Mörtu og Maríu til að hugga, þær eftir bróður sinn. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma fór hún á móti honum, en María satt heima. Marta sagði við Jesú, Drottinn, ef þú hefðir verið hér væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesús segir við hana, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Jesús mælti, ég er upprísan og lífið sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja, trúir þú þessu. Hún segir við hann, já, Drottinn, ég trúi að þú sért Kristur Guðs, sonur sem koma skal í heiminn. Að svo mæltu fór, hún kallaði á Maríu, systur sína og sagði í hljóði, meistarinn er hér og vill finna þér. Þegar María heyrði þetta, reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jesús var ekki enn kominn til þorpsins, heldur var hann enn á þeim stað þar sem Marta hafði mætt honum. Fólkið sem var heima hjá Maríu að hugga hana sá að hún stóð upp í skyndi og gekk út og fór það eftir henni. Það hugði að hún hefði farið til grafarinnar að gráta þar. Mary arrived where Jesus was, and as soon as she saw him, she fell at his feet. María kom þangað sem Jesús var og hún sá hann féll honum til fóta og sagði við hann, Drottinn, ef þú hefðir verið hér væri bróðir minn ekki dáinn. If you had been here, my brother would not have died. Þegar Jesús sá hana gráta og þau gráta sem með henni, komu Konstantið var djúpt hrærður. His heart was touched, and he was deeply moved. Og sagði, hvar hafið þið lagt hann? Þau sögðu, Drottinn, kom þú og sjá.
Þá grét Jesús. Þau sögðu sjá, hversu hann hefur elskað hann, en nokkrir sögðu, gat ekki sá maður sem opnaði augu hins, blinda einni varna því að þessi maður dæi. Jesús varð aftur mjög djúpt hrærður og fór til grafarinnar. Var hellir og steinn fyrir. Jesús segir, takið steinin frá Marta, systir hins. Dána segir við hann drottinn, það er komin, nálykt af honum. Það er komið á 4. dag. Jesús segir við hana, sagði, ég fer ekki. Ef þú trúir, munt þú sjá dýrð Guðs. Nú var steinninn tekinn frá, en Jesús hóf upp augu sín og mælti, Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig, ávallt, en ég sagði, þetta vegna mannfjöldans sem stendur, hér umhverfis til þess að fólkið trúi að þú hafir sent mig. Að svo mæltu hrópaði hann hárri röddu Lasarus kom út. Lazarus! Come out! Hinn dáni kom út vafinn, líkblæjum á fótum og höndum og með sveitadúk bundinn andlitið. Jesús segir við fólkið, leysið hann og látið hann fara. Margir gyðingar sem komnir voru til Maríu og sáu það sem Jesús gerði tóku nú að trúa á hann. En nokkrir þeirra fóru til faríseja og sögðu þeim hvað hann hafði gert. Æðstu prestarnir og farísejarnir kölluðu þá saman ráðið og sögðu, hvað eigum við að gera, þessi maður gerir mörg tákn. Ef við leyfum honum að halda, svo áfram munu allir trúa á hann og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidóm okkar og þjóð. En einn þeirra, Kaífas, sem það ár var æðsti prestur, sagði við þá, þið vitið ekkert. Og hugsið ekkert það að ykkur er betra að einn maður deyi fyrir lýðinn, en að öll þjóðin tortímist. Hann tók þetta ekki upp hjá sjálfum sér, en þar sem hann var æðsti prestur. Það gat hann mælt af spámanlegri andagift að Jesús mundi deyja fyrir þjóðina. Og ekki fyrir þjóðina eina, heldur út til að safna saman í eitt dreifðum börnum Guðs. Upp frá þeim degi voru þeir ráðnir í að taka hann af lífi. Jesús gekk því ekki lengur á Amannafæri í Júdeu, heldur fór hann þaðan til staðar í grennd við eyðimörkina í þorp sem heitir Efraím og þar dvaldist hann með lærisveinum sínum. Nú nálguðust páskar gyðinga og menn komu hvaðanæva upp til Jerúsalem fyrir páskana til að hreinsa sig. Menn leituðu að Jesú og sögðu sín á milli í helgidóminum, hvað haldið við skild hann ekki koma til hátíðarinnar. En æðstu prestar og farísejar hefðu gefið út skipun það að ef nokkur vissi hvar hann væri skildi hann segja til svo að þeir gætu tekið hann. Að stögum fyrir páska kom Jesús til Betaníu, þar sem Lasarus var sá hann vakti frá dauðum.
Þar var honum búinn kvölderður og Marta gekk beina, en Lasarus var einn þeirra sem að borði sátu með honum. Það tók Maríat undan ómenguðum dýrum nardusmislum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu, fætur hans, en húsið fylltist ilmi smislana. Segir þá Júdas Ískarjót einn, lærisveina hans, sá mundi svíkja hann. Hví voru þessi smisl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum? Ekki sagði hann þetta af því að hann léti sér annt fátæka, heldur af því að hann var þjófur, hann hafi pingina og tók af því sem í hana var látið. Þá sagði Jesús lát hana, í friði, hún hefur geymt þetta til greftrunar dags míns. Fátæka hafið þér ætíð hjá ykkur, en mig hafið þér ekki ávallt. Nú frétti allur fjöldi gyðinga af því að Jesús væri í Betaníu og þeir komu þangað ekki aðeins hans vegna heldur og til að sjá Lasarus sem hann hafði vakið frá dauðum. Þá ákváðu æðstuprestarnir að taka einnig Lasarus af lífi. Því vegna hann sneru margir gyðingar baki við þeim og fóru að trúa á Jesú. Degi síðar frétti hinn mikli mannfjöldi sem kominn var til hátíðarinnar að Jesús væri að koma til Jerúsalem. Fólk tók þá pálmagreinar, fór út á móti honum og hrópaði hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins konungur Ísraels. Jesús fann ungan asna og settist á bak honum eins og skrifað er. Óttast ekki, dóttir Síón, konungur þinn kemur og ríður asnu fola. Lærisveinar hans skildu þetta ekki í fyrstu, en þegar Jesús var dýrlegur orðinn minntust þeir þess að þetta var ritað hann og að þeir hafðu gert þetta fyrir hann. Nú vitnaði fólkið sem með honum var þegar hann kallaði Lasarus út úr gröfinni og vakti hann frá dauðum. Vegna þess fór einni mannfjöldin á móti honum, því menn höfðu heyrt að hann hefði gert þetta tákn. Því sögðu, farisear sín á milli. Þið sjáið að þið ráðir ekki við neitt, allur heimurinn eltir hann. Meðal þeirra sem fóru eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni voru nokkrir Grikkir. Þeir komu til Fílipusar sem var frá Betsaidu í Galíleu, báðu hann og sögðu, Herra, okkur langar að sjá Jesú. Fílipus fór og sagði Antíasi það og síðan fóru þeir báðir og sögðu Jesú. Jesús svaraði þeim, stundin komin að dýrð mannssonarins verði opinber. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikornið fellur ekki í jörðina og deyr verður það áfram eitt, en ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt glatar því,
En sá sem hata líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér fylgi mér eftir, og hvað sem ég þar mun og þjónn minn vera þann sem þjónar mér mun faðirinn heiðra. Nú sá mín skemmt, og hvað á ég að gera? Á ég að segja, Faðir frelsa mig frá þessari stundu? Nei, ég komin til þess að mæta þessari stundu. That is why I came. So that I might go through this hour of suffering. Faðir, ger nafn þitt dýrlegt, þá kom rödd af himni, ég hef gert það dýrlegt og mun enn gera það dýrlegt. Then a voice spoke from heaven, I have brought glory to it, and I will do so again. Mannfjöldinn sem hjá stóð og hlýddi á sagði að fruma hefði rifið yfir, en aðrir sögðu, engill var að tala við hann. Jesús svaraði, þessi rödd kom ekki mín vegna heldur yðar vegna. Nú gengur dómur yfir þennan heim, nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til að gefa til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Mannfjöldinn svaraði honum, lögmálið segir okkur að Kristur mun ég verða til eilífðar. Hvernig getur þú sagt að mannsonurinn eigi að verða upp hafinn? Hver þessi mannsonur? Þá sagði Jesús skamma, stund ljósið enn á meðaliðar, gangi meðan þér, hafið ljósið svo að myrkrið fremji yður ekki, sá sem gengur í myrkri, veit ekki hvert hann fyrr. Trúið á ljósið meðal þér, hafið ljósið svo að þér verðið börn ljósins. Þetta mælti Jesús, fór burt og duldist. After Jesus said this, he went off and hid himself from them. Þótt hann hefði gert svo mörg tákn í allra augsýn trúðu menn ekki á hann. Svo rættist orð Jesaja spámanns hann mælti, Drottinn hver trúði boðun vorri, og hverjum varð armur drottins opinber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað. Hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra, að þeir sjái ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér, og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta af því að hann sá dýrð Jesú og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna farisena, svo þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. En Jesús hrópaði, sá sem trúir á mig trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér þann sendi mig. Ég ljós, í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og fer ekki eftir þeim, þá dæmi ég ekki komin til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum hefur sinn dómara á orðið sem ég hef talað, verður dómari hans á efsta degi. Því að það sem ég tala kemur ekki frá sjálfum mér, heldur hefur Faðirinn sem sendi mig boðið mér, hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að það sem hann býður eilíft líf, ég tala það eitt sem Faðir minn hefur falið mér.
Hátíð páskana var að ganga í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína þá sem í heiminum voru, hann elskaði þá uns yfir lauk. And he loved them to the very end. Kvöldmáltíð stóð yfir, djöfullinn hafði þegar blásið því í brjóst Júdasi syni Símonar Ískariots að svíkja Jesú. Jesús vissi að faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara aftur til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann vatni í mundlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna og þar með líndúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétri sem segir við hann: Drottinn, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði: Nú skilur þú ekki hvað ég að gera, en seinna muntu skilja það. Getur, segir við hann, aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég þvætir ekki áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann: Drottinn, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann: Sá sem lauðast hefur þarf ekki að þvost nema fætur, hann allur hreinn og þið eruð hreinir þó ekki allir. Hann vissi hver mundi svíkja hann og því sagði hann: Þið eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra, tekið yfir af sína og sest aftur niður, sagði hann við þá: Skiljið þér hvað ég hef gert þið yður. Þér kallið mig meistara og drottinn og þér mælið rétt, því það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þvegið yður fæturna, þá berið yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftir dæmi að þér breytir eins og ég breytti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður, þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendiboði meiri þeim er sendi hann. Þér vitið þetta og þér eruð sælir, ef þér breytið eftir því. Ég tala ekki yður, alla ég veit hverja ég hef útvalið, en ritningin verður að rætast sá sem etur brauð mitt listir hæli sínu móti mér. Ég segi yður þetta núna áður, en það verður svo að þér trúið þegar það er orðið að ég er sá sem ég er. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem tekur við þeim sem ég sendi, hann tekur við mér. Og sá sem tekur við mér, tekur við þeim er sendi mig.
Þegar Jesús hafði sagt þetta var honum mjög þungt hjarta og hann sagði: Beinum orðum sannlega, sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig. One of you is going to betray me. Lærisveinarnir litu hver á annan og skildu ekki við hvern hann ætti. Sá lærisveinn Jesú sem hann elskaði sat næstur honum. Símon Pétur benti honum og bað hann spyrja hver sá væri sem Jesús talaði Hann laut þá á Jesú og spurði Drottinn: Hver það? Jesús svaraði: Það sá sem ég fæ bita, þann ég dýfi. Nú í þá dýfiði hann í bitanum, tók hann og fékk Júdasi, syni Símonar Ískariots. Dipped it and gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. Og eftir hann bita, fór Satan inn í hann. Jesús segir við hann: Það sem þú gerir það, ger þú skjótt. En enginn þeirra sem sátu til borðs vissi til hvers hann sagði þetta við hann. En Júdas hafði pyngjuna og því héldu sumir þeirra að Jesús hefði sagt við hann: Kauptu það sem við þurfum til hátíðarinnar, eða að hann skyldi gefa eitthvað fátækum. Or to give something to the poor. Þá hann hafði tekið við bitanum gekk hann jafn skjótt út, þá var nótt. It was night. Þegar hann var farinn út sagði Jesús: Nú mannssonurinn dýrlegur orðinn og Guð orðinn dýrlegur í honum. Fyrst mannssonurinn hefur birt dýrð Guðs, mun Guð veita honum dýrð sína og skjótt mun hann gera það. And he will do so at once. Örnin mín stutta, stund verð ég enn með yður, þér munu leita mínu, og eins og ég sagði: Gyðingum segi ég yður, nú þangað sem ég fer geti þér ekki komist. You cannot go where I am going. Nýtt boðorð. Gefi ég yður að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður skulu þér einnig. Elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars. Símon Pétur segir við hann: Drottinn, hvert ferðu? Jesús svaraði: Þú getur ekki fylgt mér nú, þangað sem ég fer en síðar muntu fylgja mér. Pétur segir við hann: Drottinn, hví get ég ekki fylgt þér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jesús svaraði: Viltu leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Sannlega, sannlega segi ég þér, ekki mun hann gala fyrr en þú hefur afneitað mér 3 svar. Hjarta yðar, skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séð einnig þar sem ég veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann: Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig munu þér og þekkja föður minn, geðana þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann: Drottinn, sín þú okkur föðurinn, það nægir okkur.
Jesús svaraði: Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér? Það sem ég segi við yður er ekki mín orð, faðirinn sem í mér er vinnur sín verk. Trúið mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þið trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálfra verkanna. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri, og hann mun gera meiri verk en þau, því ég fer til föðurins. Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gera svo að faðirinn vegsamist í syninum. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu. Anda sannleikans, heimurinn getur ekki tekið á móti honum, því hann sér hann ekki, né þekkir þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftirmunaðarlaus, ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar þér, munu sjá mig, því ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðorð mín og heldur, þau er. Sá sem elskar mig, en þann sem elskar mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Júdas ekki Ískariot sagði við hann: Drottinn, hverju sætir það að þú vilt birtast okkur en eigi heiminum? Jesús svaraði: Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð, og faðir minn mun elska hann, til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Sá sem elskar mig ekki varðveitir ekki mín orðið, sem ég heyrið er ekki mitt, heldur föðurins sem sendi mig. Þetta hef ég talað til yður meðan ég var hjá yður. En hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Fyrirlæt ég yður eftir minn frið gef ég yður ekki, gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki, mér hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður: Ég fer burt og kem til yðar. Þér elskuðu mig, yrðu þér glöð að því að ég fer til föðurins, því faðirinn er mér megi. Nú hef ég sagt yður það áður, en það verður svo að þér trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala margt við yður, því höfðingi heimsins kemur í mér á hann ekkert. En heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og geri eins og faðirinn hefur boðið mér, standið upp við skulum fara héðan. Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sníður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo að hún beri meiri ávöxt. Þér eru þeir hrein vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður, greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins getið þér ekki heldur borið ávöxt, nema þér séuð í mér. Ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar, sá ber mikinn ávöxt, sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gert. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum, og hann vistnar þeim, er safnað saman og varpað á eld og brennt. Að þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.
Með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verði lærisinnar mínir. Ég hef elskað þið eins og faðirinn hefur elskað mig, verið stöðug í elsku minni. Ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðug í elsku minni, eins og ég hef haldið boðorð föður míns og stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Þetta mitt boðorð, að þér elski hvert annað eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eru vini mínir, ef þér gerið það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki framar þjóna, því þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir, en ég kalla yður vini, því ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Því ég hafi ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir svo að faðirinn veiti yfir sérkvaða sem þér biðjið hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður, að þér elskið hvert annað. Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Og væru þér af heiminum, mundi heimurinn elska sína. Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki af heiminum, heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðanna sem ég sagði við yður þjónn ekki meiri en herra hans hafi menn ofsótt mig. Þá munu þeir líka ofsækja yður hafi verið varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. En allt þetta munu þeir yður gera vegna nafns míns af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og talað til þeirra væru þeir ekki sekir synd, en nú hafa þeir ekkert til afsökunar synd sinni. Sá sem hatar mig hatar og föður minn. Hefði ég ekki unnið meðal þeirra, þau verk sem engin annar hefur gert væru þeir ekki sekir synd. En nú hafa þeir séð þau og hata þó bæði mig og föður minn. Svo hlaut að rætast orðið sem ritað í lögmáli þeirra þeir hötuðu mig án saka. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiksandinn útgengur frá föðurnum, mun hann vitnar mig. Þér skuluð einnig vitni bera, því þér hafi verið með mér frá upphafi. Þetta hef ég talað til yðar, svo að þér fallið ekki frá. Þeir munu gera yður samkunduræki á sú stund kemur að hver sem líflætur yður þykist veita Guði þjónustu. Þetta munu þeir gera að því þeir þekkja hvorki föðurinn né mig. Þetta hef ég talað til yðar til þess að þér minnist þess að ég sagði yður það þegar stund þeirra kemur. Ég hef ekki sagt yður þetta frá öndverða því ég var með yður. En nú fer ég til hans sem sendi mig og enginn yðar spyr mig hvert fer þú. En hríð hefur fyllt hjarta yðar af því að ég sagði yður þetta. En ég segi yður sannleikann það yður til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer sendi, hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum, hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þér sjáið mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, en þér geti ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur mun hann leiða yður í allan sannleikan það sem hann segir yður, hefur hann ekki frá sjálfum sér, heldur mun hann segja yður,
það sem hann heyrir og kunngjöra yður, það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Allt sem faðirinn á er mitt, því sagði ég að hann tæki að mínu og kunngjörði yður. Innan skams sjáuð þér mig, ekki lengur, og aftur innan skams munuð þér sjá mig. Þá sögðu nokkri lærisveina hans sín á milli, hvað er hann að segja við okkur innan skams? Sjáuð þér mig, ekki, og aftur innan skams munuð þér sjá mig, og ég fer til föðurins. Lærisveinarnir spurðu, hvað merkir þetta innan skams, við vitum ekki hvað hann er að fara? Jesús vissi að þeir vildu spyrja þann og sagði við þá, eru þér að spyrjast á það að ég sagði innan skams, sjáuð þér mig, ekki, og aftur innan skams munuð þér sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður, þér munu gráta og kveina, en heimurinn mun fagna, þér munuð hryggjast, en hrygðiðar mun snúast í fögnuð. Þegar konan fæðir er hún í nauð, því stund hennar er komin. Þegar hún hefur alið, barni minnist hún ekki framar þrauta sinna, að fögnuði yfir því að maður er í heiminn borinn. Eins heyrið þér nú hrygg, en ég mun sjá yfir aftur og hjarta yðar mun fagna, og enginn tekur fögnuði yðar frá yfir. Á þeim degi munuð þér ekki spyrja mig. Meins, sannlega, sannlega segi ég yður, hvað sem þér biðjið föðurinnum í mínu nafni, mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðir í mínu nafni, biðjið og þér munu öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Þetta hef ég sagt yfir í líkingum, sú stund kemur að ég tala ekki framar við yfir í líkingum, heldur mun ég berum orðum segja yfir frá föðurnum. Á þeim degi munu þér biðja í mínu nafni, ég segi yður, ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður. Því sjálfur elskar faðirinn yður. Þar ef ég hafið elskað mig og trúað að ég sé frá Guði komin. Ég er komin í heiminn frá föðurnum. Ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðurins. Lærisveinar hans sögðu, nú talar þú berum orðum og mælir enga líking. Nú vitum við að þú veist allt og þarft eigi að nokkur spyrji þig. Þess vegna trúum við að þú sért frá Guði komin. Jesús svaraði, trúið þér nú? Sú stund kemur og er komin að þér tvístrist, hver til sín og skilji mig einan eftir, þó er ég ekki einn, því faðirinn er með mér. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughröst, því ég hef sigrað heiminn. Þetta talaði Jesús, hóf augu sín til himins og sagði, Faðir, stundin er komin, ger son þinn dýrlegan til þess að sonurinn geri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Ég hef gert þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, ger mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Ég hef opinberað nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá og þeir hafa varðveitt þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér er frá þér, því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér, þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég er frá þér út gengin og trúa því að þú hafir sendt mig. Ég bið fyrir þeim. Ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir. Og allt mitt er þitt og þitt er mitt, í þeim er ég dýrlegur orðinn.
Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum. En ég kem til þín, heilagi Faðir varðveit. Þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér svo að þeir verði eitt eins og við. so that they may be one, just as you and I are one. Meðan ég var hjá þeim varðveitti, ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar svo að ritningin bættist. So that the scripture might come true. Nú kem ég til þín. Þetta tala ég í heiminum, til þess að þeir eigi í sjálfum sér fögnuð minn fullkomin. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði, þá að því að þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hennu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur. Ég hef sent þá í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Ég helga mig fyrir þá, svo að þeir séu einnig helgaðir í sannleika. Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Að allir séu þeir eitt, eins og þú, Faðir, ert í mér, og ég í þér svo séu þeir einnig í okkur til þess að heimurinn trúi að þú hafir sendt mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrið sem þú gafst mér svo að þeir séu eitt, eins og við erum eitt. Í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Það ég við að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér, þar sem ég er svo að þeir sjáu dýrð mína sem þú hefur gefið mér, af því að þú elskaðir mig fyrir grundvöllun heims. Réttláti, Faðir, heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Þegar Jesús hafði þetta mælt fór hann út með lærisveinum sínum og yfirum lækinn Kedrón. Þar var grasgarður sem Jesús gekk inn í og lærisveinar hans. There was a garden in that place, and Jesus and his disciples went in. Júdas sem sveik hann þekkti líka þennan stað, því Jesús og lærisveinar hans höfðu oft komið þar saman. Júdas tók með sér flokk hermanna og verði frá æðstu prestum og farísum, þeir koma þar með blísum, mömpum og vopnum. Jesús vissi allt sem yfir hann mundi koma, gekk fram og sagði við þá: Að hverjum leitið þið? Þeir svöruðu honum að Jesú frá Nasaret, hann segir við þá: Ég er hann, en Júdas sem sveik hann stóð líka hjá þeim. Þegar Jesús sagði við þá: Ég er hann, hopuðu þeir á hæl og féllu til jarðar. Þá spurði hann, þá aftur að hverjum leitið þeir svöruðu að Jesú frá Nasaret. Jesús mælti: Ég sagði ykkur að ég væri hann, ef þið leitið mín þá lofið þessum að fara. Þannig rættist orð hans hann hafði mælt, engum glataði ég að þeim sem þú gafst mér. Father, Símon Pétur hafði sverð bráð því og hjó til þjóns æðstaprestsins
og sneið á honum hægra eyrað þjónninn get Malkus. Þá sagði: Jesús við Pétur slíðra, þú sverð þitt á ég ekki að drekka, kaleikinn sem faðirinn hefur fengið mér. Hermennirnir foringinn og varðmenn gyðinga tóku nú Jesú höndum, bundu hann. Og færðu hann fyrst til Annasar hann var tengdafaðir, Kæfasar sem var æðsti prestur, það ár. En Kæfas var sá sem hafði gefið gyðingum það ráð að betra væri að einn maður dæi fyrir lífi. Símon Pétur fylgdi Jesú og annar lærisveinn sá lærisveinn var kunnugur æðsta prestinum og fór með Jesú inn í hallargarða æðsta prestsins. En Pétur stóð utan dyra hinn lærisveinninn sem var kunnugur æðsta prestinum kom út aftur talaði við þernuna sem gætti dyra og fór inn með Pétur. Þernan með dyrnar sagði þá við Pétur: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum þessa manns? Hann sagði: Ekki er ég það. Þjónarnir og vaðmennirnir höfðu kveikt kolaeld því kalt var og stóðu við hann og vermdu sig. Pétur stóð hjá þeim og orðnaði sér. Nú spurði æðsti presturinn Jesú lærisveina hans og kenningu hans. Jesús svaraði honum: Ég talaði í áheyrn allra, ég hef ætíð kennt í samkundunni og í helgidómunum þar sem allir gyðingar safnast saman. En í leinum hef ég ekkert talað. Hví spyrð þú mig? Spyrðu þá sem heyrt hafa. Hvað ég hef við þá? Tala þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jesús sagði: Þetta rat einn maður sem það stóð honum, löðrung og sagði: Svarar þú æðsta prestinum svona? Jesús svaraði honum: Hafi, ég illa mælt þá sanna þú að svo hafi verið, en hafi, ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Þá sendi Annas hann bundinn til Kæfasar æðsta prests. En Símon Pétur stóð og vermdi sig, hann var þá spurður: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Hann neitaði því og sagði: Ekki er ég það. Þá sagði einn af þjónum æðsta prestsins: Frændi þess sem Pétur sneið af eyrað sá ég þig ekki í grasgarðinum með honum. Aftur neitaði Pétur og leið gólhanni. Menn æðsta prestsins fóru nú með Jesú frá Kæfasi til hallar landshöfðingjans. Það var snemma morguns. Þeir fóru ekki sjálfur inn í hallina, svo þeir saurguðust ekki heldur mættu neita páskamáltíðar. Pílatus kom út til þeirra og sagði: Hvaða ákær berið þið fram gegn þessu manni? Þeir svöruðu: Ef þetta væri ekki illyrki hefðum við ekki selt hann þér í hendur. Pílatus segir við þá: Takið þið hann og dæmið hann eftir ykkar lögum. Þeir svöruðu okkur: Leyfist ekki að taka neinn af lífi. Þannig rættist orð Jesú, þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Pilate went back into the palace and called Jesus. Pílatus gekk þá aftur inn í höllina, kallaði Jesú fyrir sig og sagði við hann: Ert þú konungur gyðinga? Jesús svaraði: Eru þetta þín orð, eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pílatus svaraði: Er ég þá gyðingur þjóð þín og æðstu prestarnir hafa selt þið mér í hendur?
hvað hefur þú gert? Jesús svaraði, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann, þú ert þá konungur. Jesús svaraði, rétt segir þú, ég er konungur, til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er sannleikans megin, heyri mína rödd. Pílatus segir við hann, hvað er sannleikur? Að svo mæltu gekk hann aftur út til gyðinga og sagði við þá, ég finn enga sök hjá honum. Then Pilate went back outside to the people and said to them, I cannot find any reason to condemn him, but Þið eruð vanir því að ég gef ykkur einn mann lausan á páskunum. Viljið þið nú að ég gef ykkur lausan konung gyðinga? Þeir hrópuðu á móti, ekki hann heldur Barabbas, en Barabbas var ræningi. Barabbas was a bandit. Þá lét Pílatus taka Jesú og húðstíkja hann. And had him whipped. Hermennirnir fléttuðu kórónu úr fyrnum og settu á höfðunum og lögðu yfir hann purpurakápu. Þeir gengu hver af öðrum fyrir hann og sögðu, sæll þú konungur gyðinga, og slógu hann í andlitið. And they went up and slapped him. Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við fólkið, nú leyfi ég hann út til ykkar svo að þið skiljið að ég finn enga sök hjá honum. look, I will bring him out here to you to let you see that I cannot find any reason to condemn him. Jesús kom þá út fyrir með þyrni korónuna og í purpurakápunni. Pílatus segir við fólkið, sjáið manninn. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sáu hann eftir þeir krossfestu. Pílatus sagði við þá, takið þið hann og krossfestið, ég finn enga sök hjá honum. You take him then and crucify him. I find no reason to condemn him. Þeir svöruðu, við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja, því hann hefur gert sjálfan sig að Guðs syni. Þegar Pílatus heyrði þessi orð varð hann enn hræddari. Hann fór aftur inn í höllina og segir við Jesú, hvaðan ertu? En Jesús veitti honum ekkert svar. But Jesus did not answer. Pílatus segir, þá við hann, vilt ekki tala við mig, veistu, ekki að ég hef vald til að láta þig lausan, og ég hef vald til að krossfesta þig. Jesús svaraði, þú hefðir ekkert fald yfir mér. Þér væri ekki gefið það að ofan, fyrir því ber sá þyngri sök sem hefur selt mig þér í hendur. So the man who handed me over to you is guilty of a worse sin. Eftir þetta reyndi Pílatus enn að láta hann lausan, en fólkið æpti, ef þú lætur hann lausan, þú ekki vinur keisarans. Hver sem gerir sjálfan sig að konungi rís á móti keisaranum.
Þegar Pílatus heyrði þessi orð, leiddi hann Jesú út og settist í dómstólina á stað þeim sem nefnist steinlað á hebresku Gabata. Þá var aðfangadagur páska, hádegi hann sagði við fólkið sjáið þar konung ykkar. Þá æptu menn burt meðan krossfestu hann. Pílatus segir við þá og ég að krossfesta. Konung ykkar æðstuprestarnir svöruðu við höfum engan konung nema keisarann. Þá seldi Pílatus þeim hann í hendur og bauð að láta krossfesta hann. Hermennirnir tóku þá við Jesú. Og hann bar krossinn og fór út til staðar sem nefnist Fauskúpa á hebresku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum 2 aðra, hvorn til sinnar andar Jesú í miðið. Pílatus hafði látið gera skrift og setja á krossinn þar stóð skrifað Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa áletrun. Því staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Þá sögðu æðstuprestar gyðinga: við Pílatus skrifaði ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt: ég er konungur gyðinga. Pílatus svaraði: það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jesú, tóku þeir klæði hans og skiptu í 4 hluti og fékk hver sinn hlut þeir tóku og kyrtilinn, en hann var saumlaus ofin í 1 ofan frá og niður úr. Þeir sögðu: því hver við hann rífum hann ekki sundur kvöstum, heldur hlut hver skuli fá hann, svo rættist ritningin. Þeir skiptu með sér klæðum mínum og köstuðu hlutum kyrtil minn. Þetta gerðu hermennirnir. En sjá krossi Jesú stóðu móðir hans og móðursystir María, kona Klópa og María Magdalena. Þegar Jesús sá móður sína standa þar og lærisveinin sem hann elskaði, segir hann við móður sína:
kona, nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveinin, nú er hún móðir þín, og frá þeirri stundu tók lærisveinin hana heim til sín. Jesús vissi að allt var þegar fullkomna, þá sagði hann til þess að ritningin rættist mig fyrstir. I am thirsty. Þar stóð ker fullt af ediki, hermennirnir vættu njarðarvött í ediki, settu hann á vísopslegg og báru að munni honum. Þegar Jesús hafi fengið edikið, sagði hann það er fullkomnað á, hneigði hann höfuðið og gaf upp andann. It is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossunum hvíldardaginn báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags. Requested this because it was Friday. And they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. Hermenn komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum voru krossfestir fyrst, annars svo hins. Þegar þeir komu að Jesú og sáu að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki í fótleggi hans. En einn af hermönnunum stakk spjótið sínu í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. And at once, blood and water poured out. Sá er séð hefur vitnar. Þetta svo að þið trúir líka og vitnisburður hans er sannur og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist ekkert bein hans skal brotið. Not one of his bones will be broken. Og enn segir önnur ritning, þeir munu horfa til hans sem þeir lögðu í gegn. Jósef frá Arimaþeu sem var lærisveinn Jesú, en á laun af ótta við ráðamenn gyðinga, bað síðan Pílatus að meira taka ofan líkama Jesú. Pílatus leyfði það hann kom þá og tók ofan líkama hans. Þar kom líka Nikodemus, fyrrum hafði komið til hans nótt og hafði með sér blöndu af myrru og alóve nær 100 pundum. Þeir tóku nú líkama Jesú og sveipuðu hann línblæjum með ymjurtunum eins og gyðingar búa lík til greftrunar. En á staðnum þar sem hann var krossfestur var grasgarður og í garðinum ný gröf sem enginn hafði enn verið lagður í. Þar lögðu þeir Jesú, því það var aðfangadagur gyðinga og gröfin var nærri. Fyrsta dag vikunnar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekinn frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Símonar Péturs og hins lærisveinsins sem Jesús elskaði og segir við þá þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinninn og þeir komu til grafarinnar. Þeir hlutu báðir saman, en hinn lærisveinninn hljóp hraðar fram úr Pétri og kom á undan að gröfinni. Hann laut hinn
og sá línblæjurnar liggjandi, en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblæjurnar liggja þar. Og sveitadúkinn sem hafði höfuðans, sveitadúkurinn, lá ekki með línblæjónum, heldur sér samanvafinn á öðrum stað. Þá gekk einnig inn lærisveinninn sem komið hafði fyrr til grafarinnar hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna að hann ætti að rísa upp frá dauðum. Síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. María stóð úti fyrir gröfinni og grét grátandi við tún inn í gröfina. Og sá 2 engla í hvítum klæðum sitja það sem líkami Jesú, hafði legið annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana: Kona, hví grætur þú? Svaraði: þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesú standa þar, en hún vissi ekki að það var Jesús. Jesús segir við hana: Kona, hví grætur þú að hverjum? Leita þú hélt að hann væri graskarðvörðurinn og sagði við hann: Herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann svo að ég geti sótt hann. Jesús segir við hana: María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku: Rabúni, rabúni, þýðir meistari. Jesús segir við hana: Smertu mig ekki, ég ekki enn stiginn upp til föður míns, en farðu upp til bræðra minna og segð þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður ykkar, til Guðs míns og Guðs ykkar. María Magdalena kemur og boðar lærisveinunum: Ég hef séð drottinn, og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. Kvöldi þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá: Friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síður lærisveinarnir urðu glaðir þeir sáu drottinn. Þá sagði Jesús aftur við þá: Friður sé með yður. Eins og Faðirinn hefur sent mig, eins sendi ég yður. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Eða þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, fyrirgefur Guð þær. Ef þér synjið einhverjum fyrirgefningar, synjar Guð þeim. En einn af þeim, Tómas, mendur tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinnir lærisveinarnir sögðu honum: Við höfum séð drottinn. En hann svaraði: Sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síð hans, mun ég alls ekki trúa. Að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Á kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir: Friður sé með yður.
Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, Drottinn minn og Guð minn. Jesús segir við hann, þú trúir af því þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Jesús gerði einnig mörg önnur tákn í augsýn, ærisveina sinna sem eigi eru skráð á þessa bók. En þetta er ritað til þess að þið trúið að Jesús sé Kristur sonur Guðs og að þið í trúni eigi líf í hans nafni. Eftir þetta birtist Jesús lærisveinunum aftur og þá við Tíberíasvatnan birtist þannig. Þeir voru saman Símon Pétur, Tómas kallaður tvíturinn Natanael frá Kana í Galíleu, Sebedeus synirnir og 2 enn af lærisveinum hans. Símon Pétur segir við þá, ég fer að fiska. Þeir segja við hann, við komum líka með þér. Þeir fóru og stigu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert. Þegar dagur rann stóð Jesús á ströndinni, lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jesús. Jesús segir við þá, drengir, hafið þið nokkur fisk? Þeir svöruðu, nei. Hann sagði, kastið netinu hægra megin við bátinn og þið munuð verða varir þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið, svo mikill var fiskurinn. So they threw the net out and could not pull it back in because they had caught so many fish. Lærisveinninn sem Jesús elskaði segir við Pétur, þetta er Drottinn. Þegar Símon Pétur heyrðir að það væri, Drottinn brá hann yfir sig. Fík hann var fáklæddur og stökk út í vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum, enda voru þeir ekki lengra frá landi, en svo sem 200 ánir og drógu netið með fiskinum. Þegar þeir stigu á land, sáu þeir fisk lagðan á glóðir og brauð. Jesús segir við þá, komið með nokkuð af fiskinum sem þið voruð að veiða. Símon Pétur fór í bátinn og dró netið á land fullt af stórum fiskum 153 og netið rifnaði ekki, þótt þeir væru svo margir. Jesús segir við, komið og mattist, en enginn. Lærisveinanna byrðist að spyrja hann, hver ert þú? Enda vissu þeir að það var Drottinn. Jesús kemur og tekur brauðið og gefur þeim, svo og fiskinn. Þetta var í 3. sinn sem Jesús birtist lærisveinum sínum upp risinn frá dauðum. Þegar þeir höfðu matast sagði Jesús við Símon Pétur, Símon, Jóhannes son, elskar þú mig meira? En þessir hann svarar, já Drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, gæt þú lamba minna. Jesús sagði aftur við hann, öðru sinni Símon, Jóhannes son, elskar þú mig? Hann svaraði, já Drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í 3. sinn, Símon, Jóhannes son, elskar þú mig? Pétur hríðuðist við að hann skildi spyrja hann. 3. sinni, elskar þú mig? Hann svaraði,
drottinn. Þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann, gæt þú sauða minna. Take care of my sheep. Sannlega, sannlega segi ég þér, þegar þú varst ungur bjústu þig, sjálfur og fórst, hvert sem þú vildir, en þegar þú ert orðinn gamall mund þú rétta út hendurnar og annar býð þig og leiðir þig, þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesús til að kynna með hvílíkum dauðdaga Pétur myndi vegsama Guð, og hann hafði þetta mælt, sagði hann við hann. Fylg þú mér. Pétur sneri sér við og sá lærisveinin sem Jesús elskaði fylgja á eftir þann hinn sama sem hallaðist að brjósti hans við kvöldmáltíðina og spurði, Drottinn, hver sá sem svíkur þig? Þegar Pétur sér hann segir hann við Jesú Drottinn, hvað þennan? Jesús svarar, ef ég vil að hann, lifi þanga til ég kem, hverju skipti það þig? Fylg þú mér. Því barst sá orðrómur út í söfnuðunum að þessi lærisveinn mundi ekki deyja, en Jesús hafði ekki sagt Pétri að hann mundi ekki deyja, hann sagði, ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skipti það þig? Þessi lærisveinn sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta, og við vitum að vitnisburður hans sannur. En margt það annað sem Jesús gerði og yrði það. Hvað eina uppskrifa ætla ég að öll veröldin myndi ekki rúma þær, bækur sem þá yrðu ritaðar.